Í dag ætla að nýta flugu sem er búin að skipa sér stóran sess í flugubóksum hjá veiðimönnum og veiðikonum í gegnum árin og er nýtt og hönnuð af Gylfa Kristjánsinni heitnum og kom fyrst fram á sjónarsviðið hér á Íslandi árið 2004 ef ég man rétt og var fyrst prófið í Eyjafjarðará og gerði strax góða veiði. Við erum að nota Gröbber-krók númer 10 og kóparkúlu sem er 3,5 mm. Byrjum á svörtum þráð, venjulegum 8-0, festum hann niður. Í skottið á króknum notum við fesanteil, venjulegt, eða natural. Og ég tek yfirleitt 10-12 fanir af fjöðrinni. Það er ágætt að toga þær beint út frá stilknum og næri maður þeim alveg jöfnum. Skottið í króknum er dálítið langt, lengra heldur maður á að venjast. Svona. Fyrst þegar ég var að nýta þessa flugu þá fannst mér dálítið erfitt að átta mig á hvaða efni væri í rassinum á henni og var yfirleitt að vesenast með að döbba bara með rauðu döbbi sem að hélst hálf illa og var hálf kjánulegt. En Gylfi heitir notaði döbbbusta, rauðan, Kristall Anton og þetta er með lykilefni í þessari flugu. Þetta er það er vír inn í þessum busta og mér finnst ágætt að taka nokkra millimetra, 2-3 millimetra hérna fremst, taka allt döbbið úr því til að geta hnýtt niður vírinn sem er inn í bustanum. Og við vefjum burstanum 1 sinni til 2 sinni. Nýtum hann niður. Og í þessum bursta eins og ég sagði áðan er vír, þannig að það er ágætt að nota ekki spariskærin í klippan. Nota frekar einhver skæri sem eru orðin léleg. Næsta efni sem fyrir þessa flugu er sívinsæla og mikið nota vínilribb. Það er í ansi mörgum silungaflugum. Kippi til dæmis, Almarún, krókurinn, Beikir sem er líka eftir Gylfa Kristjáns. Ansi margar flugur sem nota þetta frábæra efni. Og við notum svart vínilribb og þetta er stærð medium. Það er pínu atriði að vera með stærð sem hæfir króknum. Annars ef það vill leggjast betur og búkurinn verður fallegri. Og það sem ég geri til að festa vínilribbi niður er að ég klippi smá spís fremst á bútinn
sjá þetta almennilega. Svona. Svo nýtum við það niður. Klippum hútin í burtu. Þegar við byrjum að vefja vínilrifið, það var ágætt að teygja dálítið á því aftast á flugunni og slaka síðan á þegar við komum framar. Og ef maður kemur upp að kúlunni, þá er málið að ýta þessu bara þéttingsfast upp að kúlunni. Festa niður með þræðinum. Svo klippum við vínilrifið í burtu. Festum þetta örlítið betur niður. Hnúturinn. Þessi fluga er tiltölulega auðveld í nýtingu og það er hægt að nýta margar svona á stuttum tíma. Og það er ekki vitlaust einmitt að gera það með þessa flugu því að hún virkar mjög vel. Klárum á smá lakki. Það var tilbúinn krókurinn eftir Gylfa Kristjánsson, klár í boxið. Takk fyrir mig.